Ég heiti Karen Axelsdóttir og hef verið í þríþrautinni eins og kannski flesti vita í undanfarin ár en svona þess að stíga fyrstu skrefin í götuhjólreiðarnar vegna meiðsla, þannig ég þurfti að setja hlaupaskóna eins og heillin í bili og ætla að snúa mér á hjólinu í sumar. Og þetta var fyrsta eiginlega alvöru mótið mitt, bæði eftir meiðslin og svo núna í sumar. Þannig að það var mikil eftirvænting bæði að sjá hvernig maður stæði, formlega sé, líkamlega sé og gagnvart öðrum og þannig að við mættum hana og þetta lofaði kannski ekkert góðu. Það var eins og allir vita rosa mikil vindur, cirka 10-12 metrar á sekúndu mikil úrkoma. Þannig að ég hitaði upp í skíðagalla og svona átti meiri segja í skíðagallunum nokkuð með að halda mér heitri. Þannig að svo voru 5 mínútur í start milli karla og kvenna, þannig að maður var orðin ágætlega kaldur síðan á milli. En þetta byrjaði, ég ákvað bara að byrja þetta með trukki. Ég auðvitað í þríþrautinni þá every man for himself, eða svona time trialing style og ég hef náttúrulega reynslu og styrkleika í það að keyra langa vegalengdir á miklum hraða og meðan að ég hef ekki mikla götuhjólarreynslu, þannig að ég hugsaði bara að ég ætla að nýta með það sem ég veit ég er góð í og ég keyrði bara peysu upp strax og kannski stjórnsemi en ég ákvað bara að skipa þeim líka bara svolítið fyrir og því ég var ekki viss hversu vel fólk þekkir að drafta og sérstaklega ekki í liðavindi. Þannig að ég svona bara sagði, ok, María keyrðu núna eða Birna keyrðu núna eða þannig við vorum kannski 5-6 sem bara vorum rosa duglegar að rótera strax og bara slitum grúpuna strax í sundur. Eftir 6 kilometra voru orðnar bara 5 og þess að ég, María, Margrét og Ása og Birna held ég og eftir aðra 2 voru við síðan bara 2 eftir. Þannig að það í þessari keppni eiginlega bara það sem sleit hópinn í sundi þarna var, myndi ég segja, það að kunni ekki að drafta. Við hefðum getað hjóla miklu lengur saman. Ég myndi halda alveg 7-8 manna grúpa vindurinn eða ekki spila svona stórt hlutverk. Þannig að þeir sem að straujuðu ekki alveg við næsta mann, hér kom vindurinn, þú þurftir að vera hér og fara alveg upp að og strax í skjól hérna minn til að hanga í grúpunni. En það sem fólk gerir er að það situr fyrir aftan og þá færið ekkert skjóla því að liðavindur. Og það var eiginlega bara það sem að gerði það verkum hvort þú hékkst inn eða ekki, sko. Já, svo ég og María, við bara unnum alveg hrikalega vel saman og eins og segi, við sáum að Margrét og Ása voru ekki að vinna með, við reyndum að hafa það með, við gáfum þeim með þess að séns 2 svar, sagðum þeir komið í gegn, en auðvitað náttúrulega þegar að þú sér það þá er það mikil munur að þá og aftar í grúpan við vildum ekki fá þar aftur í okkur, þannig að það var bara ekkert spurning, við verðum bara að keyra þetta 2 og við gerðum það og það var bara rosa gaman hjá okkur, við unnum þetta vel saman, ætluðum ekki skipst á cirka 30-45 sekúndur hver á að vera í vindinum. Þannig á leiðin út eftir það þurftir að sá sem dróði vindin vera hér og hinn hér, ekki svona. Þannig að ég reyndi að sprengja hana alveg nokkur sinnum, það þetta er náttúrulega flatur völlur og kannski ekki mikið hægt að leika sér hana, en það voru á leiðin út 2 brot og 2 smá brekkur eða 3 og ég reyndi að sprengja það en það var vonlaust, hún var alveg límd við mig, þannig að svo komum við að snúningspunktinum sem var reynda bara stórhættulegt og að mínu mati ekki keppnishæft en það kom í ljós að voru nokkur sem slösuðu sig mjög alvarlega þar og hún sá hvað ég fór varlega í brekkuna þar en það hef ég enga sénsa kannski lengur og það voru einu skiptin sem að hún keyrði upp en
af því að hún sá að ég augljóslega droppaði henni 10 metra í brekkunni en ég náði henni í bæði skiptin alveg þannig að svo reyndi ég að keyra hann aftur í beginu og þetta var rosa gaman hjá okkur og það var svolítið fyndið að því að þú veist, maður alveg að hjóla saman og svo ertu allt í einu að reyna að drepa hans stængir og svo þið bara komin saman, jæja blessuð þannig að það var mjög skemmtileg dýnamík hjá okkur en það sem bjargaði mér eiginlega ég var búin að stúdera völlinn svolítið, ég var búin að fara 2 út eftir og hjóla þetta því ég hafði aldrei hjólað þetta áður og eins og ég segi, ég kannski hef ekki mikla götuhjólarreynslu þannig ég þurfti virkilega eiginlega bara leggjast yfir bækurnar og læra smá taktík og ég var búin að átta mig á að það væri 2 staðir þar sem að væri svona helsti sénsinn í allri brautinni og sá fyrri af þeim virkaði þannig að skömmu eftir afleggjarann þegar við komum í beygjuna þá bæði færði beygju og brot í völlinn og ég nýtti með það og það gekk eftir og svo hjólaði ég ein í mark hvað er þetta, 14 kilometra cirka held ég þaðan og leiði ég frétti að væri komin mínúta þá gat ég svona aðeins slakaði bensín en ég þorði ekki að gefa neitt eftir af því að hún er rosaleg það var ekkert gefið eftir fyrir maður bara komið staðfest splitt á að gapið var að aukast já sko kuldi ekki mín sterkasta lið ég er náttúrulega búin að búa erlendis í 9 ár og maður kannski ekki með hæstu fituprósent í bænum þannig að kuldi ekki mín sterkasta lið svo gerði ég þau mistök líka að fara ekki í jakka á startlinni þannig að eftir svona 25 kilometra þá svona runnaði með 2 grímur varðandi kuldana því að ég hef einu sinni eða 2 lent í því áður að bara verða það kalt að maður bara fer allur að krampa og titra og ég var orðið þannig að sko það var orðið erfitt að skipta gír þannig að í rauninni það að taka sér breyk og stíga upp og keyra upp það eiginlega bara bjargaði það var ekkert annað í boði það var ekkert í boði að bíða þannig að maður kom tilbaka að því að vissum maður að maður myndi bara krampa allur þannig að já það var ekkert annað í boði en að halda bara áfram að keyra og taka góða skransa og til og rykkjur þar sem þú þarft að standa og setja fætunar í pétalana, nota hendunar og efri líkama að því að ég var eiginlega orðin þannig að ef hún hefði farið að gera það sama um mig, ég hefði eiginlega ekki getað respondað. Ekki tæka tíðnum að ég væri að stjórna því sjálf. Því mér var það kalt að það var orðið erfitt að skipta gír og bremsa. Og svo eftir að ég var ein, þá náttúrulega var ennþá kaltara og þá bara ég hjólaði í bæinn rosa mikið standandi að því að kuldið var bara orðin þannig sko. Þetta var geðveikt. Þetta var eins og í draumi að því að ég hef áður ekki verið á svona góðu götuhjóli þannig að fyrir ég fekk lána trekkhjól fyrir í vetur þá áttaði ég mig ekki alveg á muninum á álhjóli og einhverju svona lightweight góðu karbonhjóli. Það er í rauninni, munurinn sá að bara hjólið svífur undan. Allt sem þú gerir, það fer beint í gegn. Þess að ég var vön áður bæði á time trial hjólum og þyngri hjólum að maður svolítið þarf að draga gripinn áfram eða þarna þegar stígur þá bara kemur þetta með og það bara gerir þetta svo skemmtilegt og sérstaklega okkar leveli þá bara og eftir það sem ég gekk í gegnum að mín meiðsli þá þarf ég bara að spá miklu meira í græjur og tækni og taktík og því þó vöttin sýnir kannski lægra á testmælum þá bara svo margt annað sem hefur kikkað inn og það með tala hjólið sko. Þannig að maður er bara að nota öll triksin í bókinni. Kom þetta mér óvart í gær? Já, þetta kom mér óvart í gær. Nei, það kom mér ekki óvart hvað ég fengi frábæra sænginni frá Maríu. En ég kannski hafði ekki alveg nógu mikla trú á mér að því að bæði bara búin að vera rosalega löng endurhæfing og vattatest sem ég hef tekið núna miðað við fyrir meiðsli er ekki eins góð og ég veit að ég hef náttúrulega ekki mikla reynslu í götuhjólakeppnum
þannig að versus að þetta er kannski meira hennar svið, þannig að já, þannig að kannski sjálfstrausti hefði mátt vera meira, en eins og veit ég að ég er algjör harðhaus og ég get tæmtralega í 180 km og það bara kom til greina að gefa eftir þumlung, sko. Þannig að, en þetta var rosa gott fyrir sjálfstrausti, eins og það segir þetta segir það að ég var að viðurkenna að ég hefði viljað hafa samkeppnina í kvennaflokki miklu þéttari, að koma mér á óvart hvað við tvær gátum dóminar þetta, og ég hefði viljað sjá 4-5 þarna með okkur koma miklu sterkar inn, og það voru eiginlega vonbrigði. Ég skal bara alveg vera hreinskilin með það. En hvað hún var sterk og hvað ég fekk góða samkeppni frá henni, það kom mér sko ekki á óvart. Þetta er svo skemmtilega við þetta, það getur allt gerst, og þó ég sé að kannski hafi verið að kvarta yfir veðrinu, mér leist ekkert á veðri, ég veist það bara Guð minn góður, ég er hræðileg í kulda og þetta er hrikaleg. Þá á móti kemur að þá líka gerði veðrið okkur kleift að brjóta strax grúppuna að því við kunnum á vindinn, og það gerði mér kleift líka að mynda stærra gap að því að ég er góður tæmtralisti. Þannig á flötum, á veðrið, ef það ekki verið vindur, þá myndi ég halda að þetta hefði miklu frekar endað í endarsbrett. Þannig að það er svo skemmtilega að vita, það er alltaf veðrið, vindurinn, hæðirnar, það er svo margir þættir sem spila inn í, taktíkinn. Jú, næsta mót er Þingvellir, það er annar bikar í Gauthjólinu, og svo er reyndar einhver tímakeppni og fjallahjólakeppni, en ég taki það ekki því ég vil venjast hjólum og upp á að vera með því. En svo aðalmótið náttúrulega smáþjóðleikarnir í lok mánaðarins, og mér finnst líklegast að það sé best að senda mig í time trial, en hins vegar eftir gærdaginn þá náttúrulega væri rosa gaman að prófa að sjá hvað maður stendur í Gauthjólakeppni, og líka því að það er bara þannig að þú þarft eitthvað með þér í þetta. María þarf mig eða ég hana, en ég á bara eins eftir að meta hvort ég tek tímakeppni og bakka hann upp í Gauthjólinu eða hvort ég tek bara Gauthjólið. En maður auðvitað nær ekki að performinur í báðum með 2 daga á milli. Svo er Blálónið, og svo er ég að fara eftir það, ég fer í júlí í það heitir Transalp, það er 8 daga keppni í Ölpunum, þar sem að hjóla saman 2 og 2, og ég er reyndar að hjóla með strák þar, og ég veit náttúrulega ekki hvernig keppni það verður, það fer allt eftir, held ég bara formin í honum, maður fer aldrei hraðar en hægasti maður að því þú þarft að vera 2 og 2, en enga síður það verður rosaleg reynsla, bæði að taka svona multi-day og líka í fjallahjóli sem er líka algjörlega nýtt fyrir mér. Þannig að svo eftir það eru bara Íslandsmótin, en ég ætla svona aðeins bara að sjá hvernig smáþjóðleikarnir ráðast. Ef það gengur vel þá myndi ég vilja taka fleiri mót úti og myndi láta það ganga fyrir frekar en að keppa eitthvað hérna heima. En það er bara svo stuttur tími til að undirbúa, og ég er svo nýbúin að svissa yfir hjólreiðarnar, þannig að þetta er bara virkilega early days, og maður þarf kannski líka bara að vera þolinmóður og fá miklu meiri reynslu og styrki í þessu áður en maður tekur eitthvað ómiklar ákvarðanir framhaldið.